Og já, við spilum þetta lag bara aftur og eftir fyrir áhugasama. Þetta náttúrulega ekkert við íslenska landsliði í dag, en við erum komið á línuna Viðar Örn Kjartansson, Selfyssingi, sem spilar einmitt í, svolítið langri fjarlægð frá Selfossi. Og hann spilar ekki, hann spilar í Kína. Komdu blessaður og sæll, eða ekki? Blessaður. Hvernig hefur það? Bara mjög fínt en þú sjálfur. Bara ljómandi góður, bara gleði tíðindi þegar maður veit að þér á Íslandi. Já, nákvæmlega. Já, og þú kemur inn með látum því að það kemur bara vont veður með þér. Já, var gott veður fyrir það. Það er búið að vera sól. Jæja, ok. Það er bara því afsökunar því. Það er samt alveg svikarið veður, maður. Þetta verður að fara með þess. Já. Herðu, hvenær komst þú núna til landsins? Ég kom á föstudaginn. Föstudaginn eftir langt ferðalag. Það var að fresta flugi og eitthvað vesen og svona. Þannig að bíða eina nótt auka. Þannig að komum við föstudagsmorgun. Já, hvað er þetta langt flug hérna sem þú, eða svona langt ferðalag fyrir þig? Venjulega er þetta sem sagt 10 tíma flug frá Kína til Frankfurt og svo bara Frankfurt Ísland. Þannig að þeir eru svona góðir 13 klukkutímar af flug. Já, og pabbiðinn, rakkarinn hérna á Selfossi, hann hætti sér tíðinni það ekki daginn, alla leið? Jú, hann gerði það komur alveg á vort, svakalega vort, en hann vildi fá að koma kallinn og hann var alveg í 10 daga sem er svona eiginlega mesta sem hann hefur farið frá Selfossi. Það var æðislega að fá hann, en hann fann ekki fyrir heimþrá eins og í flestunum skipti, þannig að ég er mjög ánægð með kappan. Það var skref fram á hjá honum. Já, þetta hefur verið svona nýtt ævintýri fyrir hann og skemmtileg upplifun. Já, algjörlega, þetta var mjög gott fyrir hann alltaf menningarsjokk að koma til alla leið til Kína og það var ekki alveg svo Selfoss. Nei, þannig að hann gæti ekki alveg sungið lagið þarna út á götunni bara? Jú, hann tók alveg lagið og allan bakkan, sko. Já, auðvitað. En hvernig er hann svona, ertu búin að hafa það þarna í Kína svona hingað til? Herru, ég er bara búin að hafa það mjög fínt. Búin að virkilega kósí og býja á mjög fínum stað. Þetta er náttúrulega alltaf rosalega mismunandi, skilur. Það er svona, sumstaðar í Kína er ekki alveg svona flott og hreint. En ég er aðeins frá mér. Ég er mjög sáttur. Ég er aðeins smá rók en ég er að fara til bíl. Já. Það fylgir þessu? Já, það er alveg búið að vera frábært í Kína. Sáttur með þetta. Já, allan að betra en veðri á Íslandi í dag. Já, algjörlega. Það er 35. hitti hjá mér þessa stundina í Kína. Já, ekki nema. Hvorki meira en að minna. Nei. Hvernig förum aðeins út í leikinn sem við framöndan á föstudaginn, hvernig gengur ykkur undirbúningum fyrir það? Herðu, við liðið var bara hittast í dag og í fyrst skipti allir saman í fyrst skipti. Það voru leikmenn frá Skandinavíu sem komu seinna. Þau voru að spila leik, þannig að nú fyrir bara allt af stað og vonandi náum við að ná góðum úrslitum á föstudaginn. Já, og veistu til þess að margir svona vinniðir hérna á Suðurlandinu koma í stuðningsmannastúkuna og syngja? Já. Þeir eru vanið því að mæta leikina strákarnir, þannig að ég hef ekki að trúa öðrunum að þeir fjölmenni á þennan leik. En hvernig er getur eitthvað fylgst með boltanum hérna heima með þú ert út í Kína? Það er voða lítið, sko. Þeir loka fyrir flestar internetsíður eins og bara flestar aðra bara í Evrópu og annars staðar, þannig að það er mjög erfitt að komast á net og svo netið mjög lélegt líka. Þannig að það er ekkert hlaupið að skoða, ég get skoða úrslitin, skilur, en ég er að fá leikina. Já, alveg. En hvernig er svona stemningi fyrir fótboltanum þarna í Kína? Hún er mjög mikil, skilur, það er alveg 40-50 manns á hverju leik og mikið fjallað um þetta, en ég náttúrulega skil ekkert hvað er verið að fjalla um þetta, það er eitthvað tákn, en áhugin er mikill og klálega fullt af mjög stóru liðum í deildinni, sko. Ertu með eitthvað túlk þá bara með sem að þýðir allt fyrir því? Já, ég er með túlk sem að tala ensku, svo er annar túlkur sem tala líka portugalsku fyrir tvo einn Spánverja og einn Brasilíumann, þannig að það eru 3 túlkar á hvað einstæðingu. Já. Það er mjög sérstakt að vera að upplifa það, sko, en maður er alveg núna, en þetta er alveg
Já, það einn ensku túlkur fyrir þjálfarateimi, það nokkur útlendingar þar og svo 2 túlkar fyrir okkur leikmenn, þannig að það allir að tala onni hvern annan þegar þjálfarinn talar sem kínversku. Það mjög sérstætt, sko. Þannig að það mikilvægt fyrir Íslendingin að vera duglegur á Facebook og uppfæra því allt sem að gerast heima fyrir. Já, ég kemst á Facebook þegar ég nota vast í enn svona yfirspilufélagra og það virkar ekki svakalega hægt, sko, en ég ég verð að vera tengt í Facebook til að skoða hvað vinir og vandamenn að gera og svona segja þess frá eitthvað ég að gera þetta líka því að annars ekki skemmtilegt, maður verður nú að láta þess vita hvað maður að gera þannig úti. Maður næri ekki að heyri öllum og svona, þannig að maður að láta eitthvað vita. Það er svo gengur að gerist. Jú. En svona, framundan þessi vika þá bara æfingar og fundið með Lars og Heimi? Já, það er náttúrulega bara undirbúningur fyrir leikinn á fullu núna og þeir eru náttúrulega líklega búin að kortleggja tjekkana og vonandi náðu að fyrir tapið síðast á útivöldi. Það er gríðarlega mikilvægt og gott fyrir liðið að landa sigri á föstudaginn. Það er pottet, sko. Já. Þetta var, svekkjandi að tapa þarna fyrir leiknum. Já, það var það. Við vorum ekki búin að fá marka okkur hann í 3 leiki fyrir og svona áttum ekki alveg nógu góða leik í Tékklandi. Við vitum það vel og vonandi náðum við náttúrulega betri leik núna. Það er allt með okkur og gífurlegt svona sjálfstraust í hópnum, þannig að vonandi náðum við betri úrslitum en í Tékklandi. Já. Rétt í lokin áður en sleppið þá var ég að spyrja þig, sáttu með þína menn í Arsenal í enska boltanum? Já, ég meina þriðja sæti og ná bikarnum. Það er alltaf bara með að við hópinn árið sáttu með það, en ég meina hefði kannski þeir hefði ekki að ná öðru sæti í deildinni, það nú kannski skiptir ekki öllu máli, en það hefði kannski verið aðeins svona skemmtilegra, en þeir töpuðu því í lokin, en gott að vera í þriðja sæti, ekki í 4. sæti 12 árið, þannig að ég verði að vera bara sáttu með það, 1 bikar og þriðja sæti, það er nú alveg fínt og svo byggjum við bara ofan á það að vera bara samanganlega bjart sín bara til við núna og reyna að komast herra á næsta tímabili. Þú færði ekki að sleppa úr þessu viðtali nema að segja eitthvað í loki rétt svo á kínversku. Þú hlýtur að vera búin að læra 1 orð. Ísland, það er pinda á og svo takk er sé. Já. Það er ekki flókið. Já, það er ekki flókið. Já. Viðar Kjartason, gangi vel og bestu þakkir og áfram Ísland. Takk Kalvin. Bestu þakkir, blessaður. Bye. Já, leikurinn á föstudaginn, það er náttúrulega uppselt eins og allir vita en að gera að hvetja sem menn og 12 hittist tímalega þarna meðal annars. En næsta dagskrá það er Joey Drömmer eins og ég kalla hann oftast, Keflvíkingur með meiru. Við ætlum að tala NBA og úrslitaleikinni í meistaradeildinni og aðeins Pepsi-deild karla. Svo náttúrulega get ég ekki sleppti að minna menn á að kíkja svo kótilettuna helgina. Suðurland FM á netinu 963.is Suðurland